Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Mjög áhugaverður þáttur framundan. En það þessi unga Suðurnesjakona, Sóley Björg Ingibergsdóttir, sem við spjöllum við. En hún greindist með krabbamein aðeins 26 ára gömul, snemma á þessu ári. Og þetta ár vægast sagt búið að vera henni mjög erfitt. Við hittum hana og fengum hennar sögu og byrjum á því að spurja hana hvernig hennar fyrstu viðbrögð hefðu verið þegar hún fékk þessar erfiðu fréttir. Sko, þetta var akkurat 20 dögum fyrir afmælið mitt, þannig ég var ennþá 26. Og ég man bara að þegar ég greinist, að það var eina sem ég sagði, ég horfði bara á mömmu og ég sagði bara, en ég bara 26 ára. Og svo hélt læknirinn áfram að tala og segja og bara ég heyrði eiginlega ekki neitt. Og ég horfði á mömmu og sagði, mamma, ég bara 26 ára. Og það var svona eina sem ég hugsaði og eina sem mér datt í hug að segja. Og svo man ég alltaf eftir hún sagði eitthvað, já, byrja að telja upp eitthvað fullt af meðferðum og svo segi ég svona, byrju, lyfjameðferð, missum mér ekki hárið? Og hún sagði, jú. Og þá horfði mömmu og sagði, mamma, ég bara 26 og augnhárin mín þurfa að fara. Þannig að þetta tvennt eina sem ég eitthvað svona bara fór strax í. Og svona, þú veist, skiljanlega, því ég meina núna í dag náttúrulega fólk ennþá segir við mig, en þú svo ung, þú veist, þú bara 27, þú veist, Þannig að... Þetta ekki algengt hjá svona ungu fólki? Þetta ekki algengt, en auðvitað þetta samt, þetta gerist, sko, en þetta náttúrulega ekki algengt. Þannig að þetta alltaf jafn mikið skellur og maður finnur það líka frá heilbrigðisstarfsfólkinu eins og læknum mínum að hún vildi hafa mig bara í Reykjavík og því hún sagði alltaf við mig bara, þú ert yngsti sjúklingurinn minn, ég vil hafa þig hér, ég vil fylgjast vel með þér. Og hún sagði eitthvað einasta tíma að ég hitt hana, þú ert yngsti sjúklingurinn minn. Þannig að maður búin að heyra þetta svolítið oft, þú svo ung, bara endalaust. Og náttúrulega, fyrst pældi ég lítið í því, en svo var ég orðin svolítið reið þegar fólk var að tala þetta að ég væri svona ung. Af því að, þú veist, eins og ég hef oft sagt áður, krabbamein spyr ekki aldur og það spyr ekkert stöðu í lífinu eða, það bara mætir. Og það mæti bara með kvelli og ég búin að finna fyrir því. Þetta búið að taka með 7 mánuði og ég bara búin að ganga í gegnum bara helviti sko, í sumar og búin að ganga í gegnum bara hluti sem að einhver 27 ára ákast ekkert að ganga í gegnum eða bara enginn í raun og veru. Hvernig greinistu, þú veist, hver ástæðan fyrir því að þú ferði í skoðun og svoleiðis? Ég myndi segja upp að það hafi verið 2019. Þegar ég fór bara í blóðprufu hjá arfgerð og kom þá í ljós að ég var með BRCA2 stökkbreytingu. Og þá byrjaði svona lítill bolti að rúlla, má segja þannig, að ég fór á fund hjá erfðaráðgjöf á Landspítalanum með mömmu og pabba og þá fengum við að vita hvað það þýðir að vera með BRCA2 og síðan fékk ég tíma þá hjá brjóstaskurðlækni og hjá lækni sem að skoða eggjastokkrana mína af því að það brjóstakrabbamein og eggjastokkrabbamein sem svolítið ríkjandi í BRCA geninu. Og það var að skoða eggjastokkrana, allt í góðu og ég fór hitta brjóstaskurðlækni og hún þreifaði brjóstunum mínum og sagði bara þú svo ung og það svo lítið fjölskyldusaga þannig að þú þarft ekki að koma til okkar fyrir þú 30. Þannig að hún sagði bara við mig farðu bara að lifa lífinu núna í 5 ár og svo áttu henni að bóka í myndatöku á Landspítalanum þegar þú 30. Og ég ok, náttúrulega fór bara heim með fullt af upplýsingum hlut sem ég bara aldrei heyrt og vissi kannski var lítið og þetta reyndi ég að googla og skoða en það alltaf sem að googla þetta þá kemur bara krabbamein. Þannig að ég bara hætti því og hlustaði bara læknirinn, bara herðu, ég ætla bara að lifa lífinu, halda áfram að gera sem ég að gera og bara ég fer aftur á því 30. Það bara fínt. En svo undirmeðunin kannski alltaf að pæla í þessu og svo
fann ég bara sjálf hnút í brjóstinu fyrir ári síðan. Hann var bara fyrir haust og með þessi í október sem ég fann bara hnút sjálf og þetta var ekkert eitthvað svona, þú veist, ég var bara í sturtu og ég var bara að nota sápu og ég var bara svona fann eitthvað svona og það var eitthvað skrítið í gangi. Og þá fór ég að googla hvernig maður finnur svona hnút í brjóstum og hvernig maður á að leita. Af því þetta er bara eitthvað sem maður kann ekki. Og þá var ég eitthvað stóð heima fram á speilinu með tölvuna og var með myndbandi og reyna að gera alveg eins og konan í myndbandinu og ég fann alltaf þennan hnút. Þannig ég ég fór inn til mömmu og ég sýndi henni þetta og hún já, þetta er eitthvað skrítið og ég sýndi frænku minni þetta og vinkonum og ég var svona, þetta er ekki skrítið og eitthvað. Og það er alltaf bara sama, jú, en ertu ekki bara að byrja á blæðingum eða er þetta ekki bara svona breytingst í líkamanum svona mánalega, það er bara eðlilegt. Og ég svona, jú, kannski og svona eitthvað, var alltaf svona ýta þessu frá mér einhvern veginn. En svo var þetta bara ennþá í nóvember. Þannig ég ákvað bara að hringja í Domus Medica og fá tíma hjá kvenstumlækni. Af því að, ég vissi ekkert hvert að leita. Hvort ég ætti að fara vaktin í Keflavík, fá beðni. Ég er ekki með heimilislæknir þannig að ég vissi ekkert hvernig ég átti að gera þetta. Og ég veit að maður hringir ekki bara og pantar tíma í brjóstamyndatöku og hvað þá 26 ára Það þið bara að leigja að manni og sagði bara, herri, slæka bróðinu mín. Ekki pæla í þessu. Þannig ég panta tíma hjá Domus og því miður það var þetta á sama tíma og leitastöðin var að hætta og það var bara ótrúlega löng bið. Og ég fæ tíma hjá kvenstumlækni núna í febrúar á þessu ári. Og ég sagði við henni Símonum, ég sagði ég væri til að vera á biðlista, bara ef að það opnast eitthvað tími og ég væri til að kannski bara vera á biðlista og af því að ég fann hnút í brjóstinu og eitthvað. Og hún eitthvað svona, já, þú veist, eiginlega svona ýtti bara frá sig og var ekkert eitthvað að taka undir þetta. Og svo fékk ég tíma í febrúar og ég mæti hann og þá bara, kvenstumlæknirinn segir bara, já, hvað get ég gert fyrir þig? Og ég segi henni, af hverju ég er hérna? Og hún segir bara, herðu vinur minn, þú ert nú bara 26, ég skil ekki alveg hvað þú ert að koma til mín með þetta, ertu ekki bara að byrja á blæðingum, ertu ekki bara tíðarhringurinn og þetta er bara eðlilegt. Og ég svona, nei, ég held ekki. Og svo sest hún niður og tikkar inn kennitöluna mína og skoðar söguna mína og þá sér hún að ég er með BRCA2. Og þá sá ég bara leið og hún sá það að þá kom svona, úps, bara ok, hún sá alveg eftir hvað hún sagði, Ég sá það alveg og hún var bara alvarleg þarna og hún segir mér að leggjast á bekkinn og hún skoðar þetta og hún segir ok, þar sem þú ert með BRCA2 og þú ert að sýna einkenni þá vill ég fara í myndatöku og ég svona ok, ég er bara til í það og hún segir ég ætla að senda beðni fyrir þig og svo verður bara hringt í þig með tíma og ég bara ok, ekkert mál og ég fór bara heim og það leið vika, enginn hringdi, það leiði 10 dagar og enginn hringdi, þannig ég svona, herðu, þetta er eitthvað skrítið. Og þannig ég hringi aftur á Domus til að finna út hvar beðni mín fór og þá komst ég að hún fór á brjóstamiðstöðina og ég hringdi þangað og þá sagði konan alveg, herðu, já, ég er með þig bara hérna á bara post-it miða hjá tölvunni af því að ég á ekki tíma fyrir í lok mars en ég vil fá þig bara strax af því þú ert ung, þú ert með BRCA-gen og þetta einkenni ég vil fá þig strax. Og þá fann ég svona, ok, fann ég fyrir svona trausti og svo hringir hún bara 2 dögum seinna og býður mér tíma og ég ég fór í myndatöku 1. mars, minnir mig hafa verið og fór í myndatöku, röntgen og síðan fór inn í herbyggi. Þar var ómskoðabrjóstið, þá kom læknir til mín, yndislegur læknir og hann var alveg talað til mín mjög rólega og var mjög svona alvarlegur, þannig að ég vissi að það var eitthvað í gangi og hann sagði mér að samkvæmt ómskoðunni þá var eitthvað hnútur í brjóstinu og hann vildi taka sýni og ég já, ekkert mál og svo segir hann, svo líka taka sýni úr nú eitli hérna undir hólhendinni og þá hugsaði ég, oh my god, þetta er slæmt. Það var svona fyrsta skipti sem ég bara svona, ok, eitli, bara
mér fannst það eitthvað miklu verra heldur en taka sýni úr brjóstinu sjálfu. Að ég hugsaði bara, ok, þá er þetta bara að koma út allt. Maður er búinn að heyra það bara eitlakakrabbamein og já, þannig að hugurinn fór svolítið bara svona í svartasta og hann var svo rólegur og hann náði að róa mig niður og hann var bara yndislegur og hann tók sýnin og svo sagði við mig bara nú ertu búinn að gera þitt og nú ætlum við að gera okkar og þú bara gleymir þessu núna í 2 vikur. Það tekur svona cirka 2 vikur að fá út úr þessu. Og ég horfði á mig bara, ég get ekki gleymt þessu. Þannig ég vissi alveg næstu 2 vikur yrði bara ótrúlega lengi að líða. Og þetta var hvað á mánudegi eða þriðjudegi og svo fæ ég bara símtal á föstudegi frá Landspítalanum og þá hjúkrunarfræðingur sem segir við mig að það er ekki komið út öllum sýnunum þínum en læknarnir þeir vilja hitta þig og ekki koma ein. Og þetta var svona eiginlega bara eina sem ég fekk út í símtali. Og hún sagði já, tíminn á þriðjudaginn og þá hitta læknarnir þig og aldrei ekki koma ein. Taktu ykkur með þér. Og ég svona lagði saman 2 og 2 að ég átti ekki koma ein. Ekki koma ein, það er svolítið svona, já, það skar svolítið svona í mig bara, ok, þetta er eitthvað, þetta er bara mjög slæmt. Og ég hringdi pabba og ég kom ekki upp orði og ég bara grenjaði og hringdi mömmu og það var sama, ég bara grenjaði og við bara, þau komið heim til mín og við stóðum að það bara svona hálfdofin, bara grátandi, en vissum samt ekkert alveg yfir hverju við vorum að gráta, sko. Og það var sama tíma og þetta er í gangi, þá er ég að læra flugkennarann hjá Keili og ég átti bókað í próf hjá skólanum, verklegt próf. Og hún hringdi í mig klukkan 11 á morguninn og ég átti bókað próf klukkan 2. Þannig að mamma og pabbi komu og við grenjum heima og borðum hádegismat og svo sagði ég bara, herðu, þið þurfið að fara, ég er fyrir próf. Og ég fór bara í próf. Var þetta eitthvað lokapróf í flugdæminu? Já, þetta var sem sagt lokapróf í flugkennaranum. Þetta var lokapróf hjá skólanum. Þá átti ég bara eftir að taka 1 próf hjá Samgöngustofu. Og ég var ekki tilbúin að sleppa því. Það var reyndar ekkert sérstakt veður en við ákveðum samt að fara og það var geggjað. Og ég reyndar að sagði kennaranum mér frá því hvað var í gangi. Ég bara fór og náði að gleyma þessu klukkutíma og það var bara æðislegt. Að ég svo tók bara við ein lengsta helgi sem ég hef upplifað. Að því ég átti ekki tíma fyrir á þriðjudaginn. Þannig að þessi helgi var bara svona, það sagði enginn neitt. Maður var bara svona... Þú og mamma og pabbi? Já, ég, mamma og pabbi, við vorum bara svona að reyna að eyða einhvern tíma og við fórum til bróður pabba, hann býr rétt í Hellu, heimsóttum hann einn dag og vorum bara svona, dagurinn er búinn, þetta var alltaf hérna, kíkja á klukkuna, ok, getum við fara að sofa. Jú, við sögðum sko, við sögðum alveg frá þessu og ég ákvað bara strax að ég ætlaði ekkert að reyna endilega að fela, ég get það ekki. Og þetta var svo stórt og þannig að það voru allir með manni í þessu að bíða eftir þriðjudeginum. Og svo loks kom hann og þá fór ég og mamma og pabbi og við hittumst brjóstaskurðlækni á Landspítalanum. Og hún sem sagt, þar hittum við brjóstaskurðlækni, hjúkrunarfræðing og hjúkrunarfræðinema sem voru öll inn í herberginu og það var svolítið svona þungt yfir. Þetta var mjög svona þungfundur og hún kemur og fyrsta sem hún segir við mig er að hún segi, þú varst hjá mér fyrir 1,5 ári síðan og ég sagði já og hún leið, þú ert flugmaður, ekki? Og ég leið, jú, að ég mætti til hennar rétt fyrir skóla hann ég var í uniforminu og hún mundi eftir því og svo sagði hún bara þú ert komin aftur til mín og ég eitthvað, já, og þá var hún ekki ennþá búin að segja mér neitt, sko. Og ég eitthvað svona, já, ég er hérna. Og síðan byrjar hún bara að segja bara, já, lyfjameðferð, brjóstnám báðum, geislameðferð og ég eitthvað, ha? Og hún já, við byrjum á lyfjameðferðinni og síðan fyrir brjóstnámið og svo geislameðferðina og ég hvað meinarðu? Og hún byrju, var ekki búið að gefa greiningu? Og ég eitthvað, nei, ég er hérna fyrir það. Og þá svona var hún bara svona, ó, ok,
og var svona smá hálf vandræðaleg sko og svo segir hún bara þú ert með illkynja brjóstakrabbamein í hægra brjósti og í eitlum og þá bara hjá mér bara blank sko og ég man bara að pabbi hann byrjaði bara að gráta og mamma hún bara fraus bara af því að eins og þau sögðu hann byrjaði að gráta þetta hún vera sterk þetta var svona taka svona skipta þessu milli sín og mamma fraus bara og ég sat þarna og ég horfði bara mömmu og ég sagði bara ég er bara 26 og svo hélt hún bara áfram að segja bara lyfjameðferð og brjóstnám tökum bara bæði bara til öryggis, geislar og svo byrjar hún að tala eitthvað segulómun, sneiðmyndatöku, lyfjó og þetta gerist allt svo hratt að ég var svona smá bara svona hvað er í gangi og eina sem mér datt í hug að segja ég sagði á hverju ég byrja og hún byrjum að lyfjameðferðinni og ég bara ok og svo bara nei, engar spurningar fyrir mér þarna var þetta bara dauðadómur skilur, maður heyrði bara krabbamein og maður er bara búinn að tengja krabbamein við það að maður bara fara að deyja og þér datt ekkert í hug að spyrja því er ég að fara að deyja? Nei, og ég kannski ég pældi voru kannski lítið í því en ég hugsaði bara ok eina sem ég hugsaði ég bara ég á bara eitt próf eftir og svo hugsaði ég er veik en ég get ekki flogið það er eina sem ég pældi í bara eitthvað en svo alltaf var það alltaf bara kannski aukatriði þarna en svo fórum við inn í hana herbyggi með hjúkrunarfræðingunum og þá kom alveg svona maður bjóð okkur vatn og þá ok, gaf hann einhver tíma mamma fór að gráta og ég fór að gráta og pabbi fór að gráta og öll bara grátandi í kóri einhvern veginn og hún gaf okkur bæklinga og reyndi að útskýra aðeins betur og gaf mér svona vikuplan þetta var þriðjudagur og svo sá hann að morgun þá áttu tíma í segulómun og tölvusneiðmyndatöku og svo fimmtudaginn þá áttu tíma hjá lyfjó út af því að allir maður reyna að fara í eggheimtu og ég er alveg óbúslega þakklátt fyrir að þau hafi bara starfsfólki þarna já, þau áttu algjörlega frumkvæða því að þau voru búin að plana daginn með bara vikuna mína og ég er svo þakklátt fyrir það því að ég vissi ekkert að lyfjameðferðin gæti eyðilagt fyrir mér að eignast börn ég vissi það ekkert það var verið að passa upp á þann möguleika já og ég er búin að heyra það að það get endilega allir læknir sem að hugsa það þannig ég er mjög heppin að hún hafi pælt í því og svo sá hún svo föstudaginn þá hringjum við í þig með niðurstöður og ég ok, ekkert mál og þarna var ég bara strax komin í stígvélin bara ok, áfram gakk byrjum þetta á morgun bara myndataka og svo bara ég var bara komin með svona verkefni keppnismaður er komin upp í þér smá en ég hef aldrei verið mikið keppnismannskja en þarna kom hún bara ég er bara áfram gakk og maður sá líka fólki í kringu sig átti erfitt að það hugsa ok, ég þarf að vera sterk ég þarf að vera sterk fyrir þau og ég þarf að sýna það að mér líður ekki illa ég þarf að sýna það að þetta er alltaf læg ég er ekki að fara neitt Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Kreditinfo. Blue, Nesraf EHF, KSK Eignir, Fiskmarkaður Suðurnesja, Tækniþjónusta SA, Æsmar. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Kreditinfo. Fiskverkun Ásbergs, Skólamatur, Einhamar, AG Seafood, HS Veitur, Royal Iceland. Fékkst ekkert upplýsingar hjá læknunum og þessu fólki sem var að vinna með þér þarna í upphafinu að var ekkert verið að ræða svona lífslíkurnar eða möguleikar á og allt þetta dæmi? Var það ekki rætt? Nei, í raun, það var ekkert rætt þarna. Í byrjun? Nei, af því að það var ekki vitað. Nei. Og það var eitthvað sem að ég áttaði mig ekki á, en mamma og pabbi áttu svo alveg á því. Að ég hugsaði bara, ég er í myndatökuna, segulómun og sneiðmyndatökuna. Þá hugsaði ég er bara að fara inn til þess að athuga fyrir læknana að sjá krabbameinið betur. En auðvitað voru þau að pæla í því, er þetta búið að dreifa sér? Er þetta farið í lunga? Er þetta komin í beinin? Eða er þetta komin í önnur líffæri?
En það eitthvað sem ég áttaði mig ekkert á. Og þannig að á föstudeginum þá hringir læknirinn í mig til þess að segja mér að það væri ekki búið að dreifa sér. Og þá var svolítið eins og annar læknir hringdi mig. Þarna var hann svona... Góða fréttir. Já, með góða fréttir og þarna var hann að segja bara ég get læknað þig. Og þá fann maður svona, ok, hún var ekki svona köld. Hún tók þetta bara nærri sér svona þriðjudeginum, að gefa mig greininguna. Læknarnir eru svolítið svona innrammaðir og þeir eru mjög vísindalegir. Þannig að hún vildi ekkert segja mér of mikið á þriðjudeginum af því hún vissi það ekki. Og þannig að þegar það kom út úr myndatökunum þá sagði hún bara við getum læknað þig. Og ég fann það bara í símanum hvað hún var ánægð. Og bara svona dæmi það að ég var ekkert að átta mig kannski á hversu alvarlegt þetta var að ég sem sagt við komum heim á þriðjudeginum og ég sem sagt við vorum bara heima og hringi með bróður minn og konuna hans og ömmu og látum þau koma og segja fréttirnar og svo bara sögðum fréttirnar og allir grenjuðu og voru bara miður sín yfir þessu eðlilega og svo segi ég bara eitthvað ok, hvað nú? Ég var fyrir að borða eða hvað við gera? Ég var bara að hanga hér. Þetta var svona, ég áttaði mig ekkert á þessu. Og svo bara hélt ég bara áfram. Ég hringi bara í skólann á miðvikudeginum og ég segi, herðu, já, ég var að greinast með krabbamein og já, en eitt próf eftir, mig langar að klára það. Og það var bara minnsta mál. Við bara, þú ræður hvenær og bara þeir gerðu allt fyrir mig. Og ég sem sagt ákvað að taka það seinasta prófið á föstudagsmorgninum. Áður nú færð fréttirnar þessar. Já, ég sem sagt segi, herru, ég kemst á föstudagsmorgni en ég þarf að vera búin kl. 12 af því læknirinn hringir í mig kl. 12. Þetta er svona eftirreikja vata klikkun en fyrir mig var þetta þannig að ég fór í prófið og ég fekk bara að gleyma mér. Ég fór bara í loftið í klukkutíma og við vorum að hanga yfir gossvæðinu. Það var ekki byrjað að gjósa sko og maður svona bíða eftir að það myndi gjósa. Þetta var bara alveg lokaprófið hjá Samgöngustofu. Þannig að það var prófdómari sem algjörlega hlutlaus. Þetta ekki kennar úr skólanum og þarna var ég að fá að vita hvort ég gæti orðið flugkennari eða ekki. Og vissi hann hvað þú varst að gangi í gegnum? Já, hann sem sagt, maðurinn sem bókaði sem sagt flugið, hann spurði mig, vilt að ég segja honum það? Og ég sagði já, mátt segja honum það en ekki neinum öðrum. Og svo mæti ég bara í skóla og hitti bara samnemendur og kennara og allir voru hressir og bara geðveikt, bara þú ert að prófa, æðislegt veður og ég eitthvað svona, þú veist, passa mig að segja ekki neitt sko. En ég kláraði það og það bara gekk ótrúlega vel og ég kom heim og þá bara var mamma og pabbi bara, sátu bara og biðu eftir klukkunni sko og svo bara fengu símtalið að hún gæti að lækna mig og það var ekkert smá góður dagur. Og raunir bara eftir hann að þá byrjuðu svo bara verkefnin. Þannig að í dag er ég svo þakklátt fyrir að ég hafi verið smá klikkuð þarna og tekið þessi próf af því að þá gat ég bara 150% einbeitt mér af því að vera vera í krabbameinsmeðferð, fara í fyrst eggheimtu, síðan lyfjameðferðina, aðgerðina og geislameðferð. Þannig að ég hef ekki viljað hafa hitt hangandi yfir mér. Við erum stödd þarna þar sem að þú ert í rauninni komið góðar fréttir. Og þú ert að fara í prógram, svakalegt prógram. Já. Þitt erfiðasta á lífsleiðinni til þessa. Ég vona það. Já. Þetta verði það erfiðasta. Já. En allavega hingað til þetta það erfiðasta. Já, þetta er það erfiðasta. Og hvað tók svo við? Fyrst þá, ég bótti tíma hjá Livio. Livio, hvað er það? Livio, en sem sagt, hvað getur maður sagt? Það er sem sagt, ég má fyrir eggheimtu þar og þannig að það var svolítið svona á krabbameinslækninum mínum hvort ég mætti fara eða ekki. Hún myndi taka loka ákvörðun af því að hún sagði að þetta eru 2 vikur sem að ég er ekki byrjuð meðferðinni en ég er bara ótrúlega heppin með lækni og hún sagði auðvitað leyfi ég að fara í þetta og síðan á afmælisdaginn minn 29. mars þá fór ég eggheimtu og fékk þar 5 egg þannig að já, ég fristi og svo daginn eftir var fyrsta lyfjameðferðin 30. mars. Og hvernig var svo meðferðin? Þú veist, hvað ferði margar lyfjameðferðir og hvenær ferði geislan og hvernig gekk þetta fyrir sig? Ég fór í 8 lyfjameðferðir og þetta var skipt í 2. Þess að 2 sikkurt lyfi sem ég fæ
Þannig ég fór sér til 4 lyfjagjafir af öðru lyfinu og svo 4 af hinu lyfinu. Og ég fór alltaf á 2 vikna fresti, þannig að það var svolítið ört hjá mér og fáir góði dagar inn á milli. Þannig ég fór alltaf í lyfjameðferð og á þriðjudegi og var svo á styrum til þess að halda mér gangandi og þannig ég var svona góð þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og svo var ég orðin veik svona næstu 4-5 dagana. Svo var ég svona ágætt þangað til ég fór aftur í lyfjameðferð. Þannig það voru 16 vikur allt í lyfjameðferð og ég kláraði seinustu í byrjun júlí og þá fékk ég mánaðar frí og fór síðan í brjóstnámið 3. ágúst, bara strax eftir verslunarhelgi. Og svo fékk ég aftur 5 vikna frí og byrjaði svo í geislunum og tók þá 15 skipti í geislum og geislanir eru bara hverjum virkum degi. Þannig að þetta alveg, þetta fljótt að líða sko, þetta bara 15 dagar í röð nema bara maður fær helgafrí á milli. Læknir minn sagði við mig að eftir brjóstnámið að þá væri ég raun og veru laus. Þá ég krabbameinslaus. Það búið að skera brjóstinu burtu og það búið að taka alla eitlana úr hægri hendinni þannig að það á ekki vera neitt eftir. En geislanir eru bara svona til vonar og vara af því að þessar krabbameinsfrumur eru svo ótrúlega klárar að þær eru mjög duglegar að fela sig. Þannig að svona, ef það einhvers staðar að fela sig að þá myndi geislanir bara drepa það niður. Og við bara vonum að það virki. Hvenær lauk svo þessu prógrami öllu saman? 4. október. Hann var seinasti geislanir hjá mér. Þannig að þetta búið að vera prógram frá raun og veru 1. mars, raun og veru frá 1. myndatökunni og til 4. október. Þetta búið að vera bara mjög erfitt, mjög. Suðurnesjafyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Kreditinfo. Kalka sorpeyðingastöð, SI Raflagnir, Verkfræðistofa Suðurnesja, Ice Group, Lagnaþjónusta Suðurnesja. Já, mögnuð saga hjá Sóleyju en við erum hvergi búin því að við ætlum að halda áfram með viðtali við hana í næsta þætti, í næstu viku, endilega fylgist með. En við erum að skrifa blað í hverri viku og Víkurfréttir kom út frítt á netinu og dreift öll Suðurnes. Við erum að skrifa fréttir daglega inn á Víkurfréttavefinn waffe.is og golffréttir á kylfingur.is. Við þakkum fyrir okkur í þessari viku. Hvetjum ykkur til þess að kíkja á ljósmyndasýninguna á Njálsgötunni í Reykjavík. En við þakkum fyrir okkur. Verið sæl.